Ég að slá hérna á morgun, viltu gjöra svo vel að fara út og hyrja þetta? Nei, Nei, þá skil ég eftir blettinu sem fram á gluggar. gerðu það, skora á þig. Ok. Skora á þig. Ok, slæður þú hann. Ekki eyða umræðinu. Skora á ykkur! Ekki eyða umræðinu. Segðu mér eitt, hvað finnst þér gráa svæðið á YouTube? Mér finnst gráa svæðið ágætlega á grá. Sést læti á þetta hjá Ólafur minn. Já sko, ég var still á FM 95 blöð. FM 95 blöð, hvaða drengur? Það alls með vitleysingar í útbæðinu. Svo fann ég ekki stöðna. Já, réttu með parketið. Það búið fram parkótið. Ég verð nú að viðurkenna að Svíbjörðan hafa kannski ekki verið upp á 10 síðustu 2 þætti. En goddammit, þetta gerðum við, þetta sköpuðum við, Samúel. Ég get sagt, Sköpurinn okkar fór í lagið. Reyndar. Og það sem ég get sagt þetta er betra en ekkert. Betra en ekki neitt. Hei, hvað langt síðan vorum við þátt síðast? Fyrir 4 dögum? Já, 4 dagar. Við erum að slá met hérna í... Hefur þetta einhvern tímann komið fyrir? Nei, þetta var aldrei verið svona. Það hefur alltaf annarkvort verið vika eða 4 mánuðir. Já, einhvern veginn svoleiðis. Annarkvort. En svona, þetta meðaltæðir mun lagast nú. Já, það ætti að gera það. Skrifunum að því að vera daglega. Hversu mikil vinna væri það? Hittast hérna og... Ekkert mál. Það væri mjög... Það væri náttúrulega bara aðeinslega vinna. Það væri gaman að vinna við þetta. Bara veist að við fáum ekki pening fyrir það. Ég meina, fólk sem að vinna við þetta á YouTube. En við erum ekki að fara þangað, sko. Við erum alveg með nokkur... Nei, við komumst ekki einu svona á annað heimsvarpið, eða hvað heitir það hana? Alvarpið. Alvarpið, já. Nei, nú erum við saman. Nú erum við að búa til hérna... Magga Mixvarpið. Magga Mixvarpið. En við hérna reyndum allavega með hérna að reyna að skapa eitthvað fyrir þetta helvitis alvarp á nútímanum. Já. Þú varst svo svektur. Ég var eiginlega mjög svektur. Ég skilði vel, ég að hlusta á Rás 2 og Rás 1 svona, maður að keyra svona á norður bara eitthvað, þú veist, þetta er ekkert gaman. Nei. Kallið mig hlutrang, þetta er 100 svona skemmtilega. Nákvæmlega. Það er bara einhverjar að heyra í okkur, sko. Það eru meiri views. Já, en hvernig fær maður views? Það er og Mikkel og talar einhverja horni kalla á sig. Erst þú ekki með tengingu fyrir japanska markaðin? Þau eru þarna með íslensku orðabókina eitthvað. Sem stopp eftir hvernig eina setningu. Já, það er sko 100 milljónir mögulega hlustandi þarna í Japan. Það er alveg... Það er náttúrulega rétt. 100 milljón. Náttúrulega væri cool að vera með einhvers konar íslenskt subject podcast á Japan, sko. Já. Hvernig... Það er bara verst að, já. Hvað, þú fer bara í það að þýða... Ég myndi byrja að tala og þeir eru bara eitthvað Bye. En af því að við erum á YouTube í mynd, þá ferð þú bara í það að setja hérna texta bara undir öll vídeóin. Já, caption dæmið. Captiona þetta bara. Já, hví ekki bara. Þú hefur ekkert betra að gera en að captiona það. Ég er búin að bæta á mig 4. aukavinnunni á nóti. Ertu komin í 4? Nei, segi. Þú ættir að vera rekinn fyrir eina. Tæknilega sé... ég var ekki ráðinn aftur. Ok. En það var að því ég var löngu búin að segja annan starf. Ok. En hvað var þú... Mér er gott að vita að það vilja allir foreldrarnir fá mig aftur og þau hata skólastjórnarna. Fyrir að hafa rekið. Sem var... Bitch. Ekki góð. Ekki góð mannski. En hún vildi ekki fá þig aftur af því að þú sparkaðir í vegg? Já, ég var líka að bara öskra á fólk og svona. Út af henni það? Já. Okay. Margt sem fóru útskeiðis. Mjög margt sem fóru útskeiðis. Hversu brjálaði varstu? Og ég vissi þetta var ekki, sko, það var á tímabili í alvörni. Er þetta bara eitthvað svona standardnur í Japan? Nei, þetta er ekki standardnur þegar þú komist í fréttunar fyrir hérna power harassment. Þessi skóli ekki sem bara lokalfréttir, við erum að tala um landsfréttir. Erum við að tala um power harassment? Hvað er power harassment og ekki að borga yfirvinnu. Er power harassment svona super harassment? Hvernig hérna? Nei, það er sem sé sko, það er sem sé hvað myndum maður kalla það er sem sé
þú ert í hærri stöðu vistri vinnu og þú leifir þér að ganga yfir fólk Já og bara í raun á ólögmætan hátt jafnvel með þessu Já, ég hélt að það væri reglur með svona við vinnur dæmi og svona Já, ég held að það væri bara svona sexual harassment nema power þannig að þú var kannski að hlaupa með eftir röð og slá í rassinu og kannski svona 20 manns ég held að það er alltaf já sko, það er svona power harassment já en þeir tala um þetta þeir segja power Páhara en ekki sexual harassment Jó er að potinu, hvað segir þú gott? Fekk hún þá ekki bara minnumáttarkennd þegar þú sparkar í vegginn Þú eru að útskýra þetta hans betur Nei, hvað áttu við? Nei, af því að power harassment og þú veist, hann sparkaði í vegginn og það er örugglega komið eitthvað far Já, það kom hóla Hún er örugglega fengið minnumáttarkennd að hafa séð hóluna Hún vill örugglega sparka betri í Að vegginn því hún er með svona litla píku Nei, hún vill sparka betri í Ég fatt ekki Það þetta eru verið, ok Fyrir nýtt Það eru verið Nei Klippið út Nei Jói er á gólfinu á kantinum Ég vil gaman að sjá hann Mér hérna finnst gaman aftur að ég er að koma með alla svona með mér hérna gömlu Egil kom ég senast og nú er Jói komin aftur Við erum að reyna að hérna líka upp á hérna gamla Eða það ekki Bara þú veist Bara smá svona velta fólki sko Það eru margir bara útráðstættur og podcast sem gera það með bara svona rotation Já Comedians og svona Comedians Það er ekkert svo mikið comedians í borgarni samt Rosalega lítið Erum við með, er það ekki Talaðu mig ekki Er það ekki Hansi? Hansi væri svona borgarnes comedian Hvenær á hann að fara að koma? Það væri alltaf, það er mjög gaman Geiri, tala framan á mækin Þetta er alltaf professional Hvaða djöfnum sem þetta Hann er hann, hann er beint fyrir fram Þessu apparat er þetta Nennur ekki að vera með hann einhverju dvala Aðna Það tala beint í mækin Gamla kynslu En sko þeir eiltalega á talan hérna Svo er alltaf verið að Já, þetta er Og þá sagði hún Hann var svo spendur Ægil, færi alltaf frá Færi alltaf frá Gæti það verið hérna Kemur ekki tilbaka Gæti þetta verið svona mission, Jóhann að búa til brandara með þetta punchline Hvað punchline? Að brjóstaraldurinn Brjóstaraldurinn var í skamt Já. Ég hef oft pælt í sko var einhver brandari til hjá þeim en þau bara sögðu aldrei eða bara var bara Ég held að það hefði bara verið mjög fyndið að búa til svona random punchline algjört random En þetta væri gott challenge ef þú þyrftir einhvern veginn að til dæmis, hann David Chappelle fyrir nýja uppistandi sitt, talaðu um uppistandara sko, hann segist geta dreigið upp punchline úr krukku og gert hvað sem er úr því Ég sagði, and then I kicked her in the pussy Já, nákvæmlega Dave Chappelle eru örugglega besti grínsins í mann eftir Ok að mínum átti Ég er búinn að horfa þessi specials og hann náttúrulega gaf út special löngu áður fyrir bara þetta er einhvern veginn svona the golden standard sko, finnst mér Hvað með hérna, ég ætla að spyrja þig síðast að þetta hérna Richard Pryor Þér finnst hann góður ekki? Nei Þér finnst hann ekki góður? Mér finnst hann ekki góður kemur, þú ert núna komin inn í leikinn sem ég langaði að spila Overrated, underrated Overrated, underrated Erum við að fara að taka overrated, Þú ert underrated Eddie Murphy sem hann leit mjög mikið upp Já, það er nefnilega þann finna sko Eddie Murphy leit mjög mikið til Little Path Herðu, breaking news ég var búinn að stengla Já, breaking news Býtu að bara þú sér það á CNN þegar þú leitur það upp en þetta er alvöru frétt bara fyrir ekki bara mörgum klukkutíma síðan Var þetta bara að gera það þegar? Ég bara hérna á mínum samfélagsmiðlum Lestu þetta fyrir okkur? Þú ert með frétta þeim Nei, ég er með allt hérna live Ó. Þú ert að fara á CNN En ég skal bara segja, Ok. það er CNN. stórsangurinn Aretha Franklin er dáin Aretha Franklin? Já, Ég veit ekki hvað það er þú veist Ég veit ekki hvað það Ég er man ekki hvað það er Nei, ég manna ekki Gæti hugsanlega verið ein besta söngkona bara Fyrri ha, og setni fyrir og Nei, seinni. Það verður nú ekkert mikið seinni tíma núna fyrst hún er Nei, dáin Ég kann ekki eins en og hún skrifa er nafnið hennar En sko, Aretha Aretha Franklin já. Aretha Franklin En hérna, Hún skild Kristján Franklin já, ætlaði það ekki fara Erum við sömu djúpur röddu Wow Nei, hún er já, hún er alveg þekkt sem ein besta söngkona Bandaríkjanna fyrir og síðar og hún var með George Michael í lagi
sem hét það er alveg að koma. Hvernig skrifar þú svona? Já. Anskot hann er þetta þú hans eldri eða? Þetta er þegar hún svona 70 eitthvað 70 eitthvað? Ég veit ekki. Og hann alltaf voru mjög Netið eitthvað svo hægt hérna. Það allir á netinu hérna. Hún byrjaði að performa, hvað var það, 56? Þetta er eldgamalt. Þá erum við að tala eitthvað 95? Er þetta 95? Settu eitthvað inn í lag? Hún söng James Bond lag. Já. Hún söng License to Kill. Svo söng hún lagið með George Michael. Var það ekki? Man ég ekki helvits nafni á laginu? Ég get gert svo. I knew you were waiting. I knew you were waiting for me. Það er lagið. Já. Þannig að þú getur sagt í því lagi, það er bara jafnvel einn besti söngur alltaf tíma líka að syngja með henni. Af mínu persónulega mati. Já, þú ert náttúrulega mikill George Michael. En það er frábært lag, sko. Hann er náttúrulega svo ótrúlega. Georg Michael. Hann er svo, þú veist, manstu ég var að tala prosentunum daginn? Manstu þegar hann var ekki samkynhneigður? Hann er ekki samkynniður þarna. En hann er anskotið myndalega, sko. Hann er hann ennþá í dag? Er hann ekki búinn að, þú veist, gangast í gegnum, þú veist, ykkur 200 lítaaðgerðir? Lítaaðgerðir? Ég held það. Já, hann er náttúrulega búinn að vera í seinustu aðgerðina sína. Ó, guð. Já, hann er dáinn. Ég var búinn að gleyma að hann er dáinn. Oh man. Var Prince dáinn líka? Já, Prince dáinn. Þetta var svakalegt annað 2016, það dóðu allir. Já, hann er með þessa. Byrja á David Bowie. Reynda var Lemmy hana í December 2015, held ég. No. En það var mjög stödd á milli þeirra. Oh, don't need no button. Are you watching this? Já, þetta er Lemmy. Ó, ég ætla Þeir ljóma eins. Ég ætla að vera bara misið að þetta er svona eins og lemur. Congress. Á. Hvað er þetta svona hrættur, Jó? Ég er ekki hrættur. Kemur meistarinn. Er þetta ekki svolítið hættulegt? Akkur fyrir ekki YouTube, Jóhann? Það er ekki hana. Má þetta? Þetta má alveg. Þetta má. Það má alveg. Það má alveg. Vorum við ekki að tala um þetta hérna? Nei, þetta er reyndar hans orð. Vorum að tala um hérna með Rowan Atkinson. Já, Rowan Atkinson kom með mjög góða ræðu hérna á svona samfélagsmiðlunum. Byrju, er þetta eitthvað nýlegt? Já, þetta bara kom bara fyrir nokkrum dögum síðan. Þá er hann svona að tala með málfrelsi og þetta er svona bara sem alvöru listamaður gerir. Já, þetta var vel gert fannst mér. Býtu nú, þetta er nú ekki fyrsta skipti sem hann talar um að því að þetta er 5 ár síðan. Þetta er, býtu, er þetta sama? Er þetta sama? Býtu, var þetta ekki það sem að vera? Ég er samt ekki dissa þessi 5 ár, ég menna þessi baráttaði við byrjun alltaf síðan. Já, það er kannski verið að vitna í eitthvað gamalt sem hún sagði að þetta er 5 ár gamalt, sko. Já, þetta er bara farið aftur á samfélagsmiðlunum, djöfull. Nörðuðu mig. Búið að narra þig. En hérna, það er sérst, já, það sem er að tala um free Parliament's Joint Committee on Human Rights. Og það er rosalega mikilvægt að allir hafi málfrelsi. Af því að, þú veist, þetta er komið alltof, komið gott. Munið þið eftir hérna bara sko það var svona app, þetta er ekki app minna, þetta var svona Facebook dæmi sem var í gangi það sem þú kannski breyst sem sé hérna kyninu þínu á einhverju ljósmynd. Já. Male version þá kom hérna female version sko. Já. Og það var allir að hafa rosalega gaman að þessu og ég að gera þetta sjálfur og ég var ókslega líkur hérna Sonju frænkuðinni en hérna þá kom einhver svona rödd allt inn eitthvað úr hérna LGBT hérna já bara stafrónu og bara einhvern veginn já þannig að RS10 og nei og þetta var mjög myndalög sko þetta er ógeðslega fyndið að sjá þetta þetta er svo Birta systir já Birta systir ég man eftir þessu Birta systir þú ert kvenkins heyrðu það ég er Skúli Junior nú svolítið líkur henni ég gerði þetta aldrei sorry hvað sagði þú? Þú sagði það sem hann hataði en já það kom einhver úr stafan það kom bara einhver og sagði eitthvað það er eitthvað að þessu það er ekki í lagi þetta eiginlega má ekki nenni ekki gera þetta þetta er svolítið viðkvæmt já just grow up here oh you already have them
Vitið þið hvað Þetta er náttúrulega leið. Við viljum að tala um málfrelsi. Þá, tækla séð, höfum við málfrelsi að gera grína af hverju sem er. Málfrelsi. Við megum þannig séð ekki gera grín, en við megum tala manneskjur sem eru í sviðsljósinu eða ekki. Það má hver sem er tala Það er mig. slúður. Nei, ekki þannig. Núna, við erum að tala listamann. Okay. Við erum að tala listamann sem heitir DJ Kells, eða Makells. Já. Vitið þið hvað er að fara með það? Vitið þið hvað er að fara með það? Já. Þú veist, það sem að við getum við gerðum svolítið skemmtilegt. Áskorunin var orthodox. Er það DJ eða Makells? Partykilli. Það er Partykilli, DJ Kelsson, Kelsinniger. Það er bara question. Það er bara hvaða. Nei, byrju, það var Heisinniger. Það var, já. Það er bara hvaða Facebook er þetta farin á Partykilli. Hann átti einhver 6 eða 7. Ó, þú eru að loka. Jói gólnu, þú lokar. Jói gólnu. Já, hann gerði einhver 7 eða 8 á Facebook. Svo getur sendt sjálfur sér svona dót milli leikja. Ok, skiptir ekki máli. En við fórum á spjarnar eða úr spjörunum. Nei, við spurðum hann úr spjörunum. Nei. Ok, ekkert á móti honum heldur þú gerðir orthodox DJ Kells lag. Í svona 3 mánuðum síðan. Það var ekki lag, það var bara svona orthodox. Það var meira svona traditional orthodox. Já. Já, þið fóru eitthvað annars. Við fórum aðra braut en það fylgir öllum lögum orthodox. Ef það fléttir upp orthodox þá er það bara, þetta er svolítið tónlist. Já, ok. Þetta er tæknilega séð orthodox. Ok, þannig ef ég er það að segja ég er svona meira svona eins og þetta traditional, kristið orthodox. Myndi það make a sense að spila þá mitt fyrst? Já. Og svo ykkar? Já. Það er líka stutt, já. Það er mjög stutt. Það er bara, ef ég get bara sagt, þú veist, ég vissi ekki neitt texta eða neina lög, sko. Ég bara, það sem þú sagðir í podcastinu fyrr, kallinu mættu, þú ætti að vera hættur, ég tók það bara, ok, þetta er að bara búið til eitthvað. Það hefði að tala við Jónard, hann á diskinn hans. Já, við þurfum að fá diskinn, sko. Hann á diskinn? Og Geiri er aðdáandi. Já, sko, þegar kafað var dýbra í lög, ég dó innan með mér á hlusta á þetta. Þetta er náttúrulega bara, þetta er badsins tíma. Hann er náttúrulega, hann er bara táningur hérna og bara mjög skapandi og setur þetta fram óhrættur sem ég bara mjög virðingar. Aðdáunarvert. Það má hafa það. En svo er það þannig að þegar við fórum að greina textan, þá er hann svo catchy. Sumt af þessu texta er svo catchy. Hann er actually mjög góð, sko. Hann söng þetta svo vitlaust. Leiðu við byrjum að raula þetta. þá var þetta bara braincatcher. En ég meina, það er aftur þannig að þegar einhver að gera eitthvað þá kannski ert þú kannski ekki bestur til þess að koma því fram sem þú gerir. Þetta eru góðu punktur En ég hérna, já Ég reyndar hef oft hugsað þetta með svona margar hljómsveitir eða svona margar svona songwriters sko, sem syngja sitt eigið stöf að mjög oft sem einhverju aðri taka þetta bara og gera það sínu og fólk gleymir hversu oft Bob Dylan lög gerðu aðrir mun betur en Bob Dylan. Já, einmitt, ég þól ekki Bob Dylan. Ef að byrja á Underrated og Overrated núna. Já, það er en svo mikið einmitt af góðum Bob Dylan lögum sem síðan eru tekin af einhverjum hérna, ég held að þessi Jeff Buckley sem ég elska þegar hann syngur Jeff Buckley. Jeff Buckley er þetta að tala um Hallelujah? Nei, ég skrambar, ég er svo lélegum nefn, en það er hérna Mama, you should have been eitthvað, you're on my mind eitthvað hann syngur það með það Bob Dylan syngur þetta einhvern tíma í kærustunni, hann átti einhverja kærustu í smástund og það er mjög frægt live version þar sem þau eru að syngja saman og Bob Dylan man ekki textan og það er bara sætt að þau eru svona saman að syngja og hún er að minna hann á eitthvað og svo syngur hann þetta einhvern tíman eftir á og þá er lagið bara eitthvað svona, það er alveg frekar lame. Hann er eitthvað þunglegur eitthvað. En svo er þetta er mjög fallegur texti og fallegt lag og svo kom einhver aðrir og cover þetta og það er bara drullu gott. Ok, hvað eru þið að tala um? Hérna já, við skulum taka þetta við skulum bara teka þetta eftir svo ætlum við í þetta sem þú talar um og þá ekki mitt byrjar þessi umræð en hérna er stutt lag sem að Jóhann gerði og njótið það er í svolítið liðum gæðum samt af því að þú tókst upp í Japan ég tók upp í Japan þú gerðir þetta eins og við lögum best
Kallinn er mættur. Þú ættir röddina hverfa svona í burtu. Hvað hljóð er þetta samt? Er þetta bara eitthvað á YouTube eða? Þetta er ég búinn að dýka í mig og svo bara tegja út til það samt að eins lengst og ég get. Sniðugt. Ég vil þetta ógeðslega cool. Þetta er nefnilega svolítið cool. Þetta er geggjað. En þetta er orthodox. Þetta er ekta orthodox. Við erum svolítið öðruvísi. Ég ætlaði að gera svona en við komum staðið í gær, ég og Sammi, ef við ætlaðum að gera eitthvað þá yrðum við að gera það í dag, í gær. Í dag. Sem við gerðum. Og hérna já, það sem að, já, er ekki frá sig farndinum að þetta er svolítið öðruvísi skiljið, ok, skiptir ekki máli en hlustið á textan í þessu og þið var, þú, já, ok, gerum þetta Nei Ég er strax kom þetta ekki DJ Kells bara? Viltu, nei, ég ætla að leyfa ykkur að heyra DJ Kells Já, ok, ég var einmitt að spá þetta er bara DJ Kells En Bjarni, ég var strax kominn inn í sko svona orthodox kirkju sáðu bara fyrir Reykjelsinn og Þetta er rappkirkjan í hérna Philadelphia Sko, þurfum ekki að útskýra hvaðan kemur þetta orthodox Þegar rómverska veldið fellur í sundur Já, það verður á austur-rómverska veldinu Þannig að við miskildum Hvar leitaði þú að hérna skýringuna á orthodox? Ég skal bara frétta upp fyrir eitthvað eftir Já En orthodox, þetta er bara svona trúar söngurtaklega séð Já, orthodox er hérna, þú getur satt að bara kristnis kanna það er skipt í tvend Hvað er það? Hann stoppar alltaf út á miðri götu Er þetta einhver útlendingur? Á ég taka við þetta? Þröstur Nei, þetta er Þröstur, já Á ég taka, Mækinn drífur út Hann er farinn Hver er þetta? Nei Heyrðu, ég ætla út Allar eru út Nei, kallaði bara út úr gluggan Okkar útgáfa að þessu orthodoxi var teknilega séð Urban Orthodox Urban Orthodox Ok, þannig að við erum að tala eitthvað svona in the city, svona Orthodox Erum við samt að tala rússnesku eða grísku réttrúnaðarkirkjuna? Erum við þá svona í einhverju útkværi í Moskvu? Það er möguleiki að hérna, þú hafið sannfært mig að þetta væri eitthvað rétt Þetta er mjög rétt sko Ok En ok, þetta er öðruvísi Sko, málið er að orthodox mín þýðir réttrúnaður Þannig að það er bara, það sem þið trúið, það verður rétt Ok, við trúum Það er til orthodox gyðingar til dæmis Já, ok Þetta er orthodox partíkeli Já, orthodox partíkeli En hérna er samt hérna dæmi úr laginu hans Ok Hann gerir lagið ekki sjálfur Hann gerir bara textan Lífið er byrjað, lífið er slagur Lífið getur verið erfitt eins og allt Erfitt, einnig þannig svalt Það er kalt, það er vetur Þú veist það, þú getur betur Betra líf er alltaf gott En betra líf er alltaf gott Þú veist það, ástin mín Þú er svo rétta Þú sem er til í slægin Til í bæin að skemmta okkur eins og ekki Ok, þetta er svona létt, svona hljóðdæmi Var ekki einu sinni betri en að hljóðgæða hjá mér eða ekki? Jú, það voru betri hljóðgæða hjá þér Hann átti alveg alla græðir til að taka upp á allt Já, en hann tók að samt upp á hérna svona Ég held að hann var bara ekki, þú veist, einbeitt sér að því að það var hljóðgæðin Nei, málið var að hann mátti gera með mikið læti Getur verið líka Hann þurfti að tala svo lágt Ég skil Þú kannt bara söguna Já Þetta er good shit Hann fekk ekki að vera með læti svo John og Paul í hérna herbygginu sínum Heyrðu, hérna er okkar Hafið þið heyrt það? Já, ok Já, lagið byrja hérna Og text? Texti er eftir DJ Kells og lag er eftir Sama Gjörðu svo vel Ok Lífið er byrjað, lífið er slagur Lífið getur verið erfitt eins og allt er erfitt Einnig þannig svalt, það er kalt, það er vetur, þú veist það Getur betur en lífið er alltaf gott En betra líf er alltaf gott, þú veist það Ástin mín, þú ert svo rétta Þú sem er til í slægin, til í bæin Að skemmta okkur vel Eins og ekki betra en eins og sannarlega Þú veist það Ég elska þig
Þú ert svo rétta, svo flétta sem flæki mig ekki. Nei, annað en þær hafa gert suma þær marga, nei ekki. Þú elskan, ert svo besta. Engin önnu kemur til greina því þetta líf ekkert betra en þú, fallega stelpa, elskan. Ég veit við erum vinir, ég veit við erum framtíðarpar, framtíðarlið, framtíðarpar sem getur allt. Allt sem þarf, lífið getur verið erfitt eins og margt annað. Lífið of gott fyrir svona lagað, einfaldlega bara kjagað. Þetta gott líf, þetta svo mikil snilld. Elskan mín, ég veit að þetta erfitt eins og allt erfitt. Einnig sagt, það kalt, það vetur, en þú getur ennþá betur. Betra líf alltaf gott, en betra líf alltaf gott. Þú ert svo rétta sem til í slæginn, til í bæinn að skemmta okkur, ekki betra, nei, ekki betra. Svo sannarlega ekki, þú veist það, ég elska þig. Því þú ert svo rétta, svo flétta sem flæki mig ekki neitt, en það hafa þær gert sumar. Tvær margar, tvær, engin ein heldur bara, þú fokkin veist það. Hlær þú elskan, þú ert svo besta, engin önnur kemur til greina. Í þetta skipti, þú veist það, Já maður, náðu að Þetta mjög töff að mínum mati. Náðu að gera, þú veist. En ég verð að segja að þetta bara hip-hopla. Þetta ekki orthodox. Nei, það ekkert orthodox. Kannski ekki. En meina, við höfum svindlað í... Þú vinnur þá, tæknilega séð. Hann vinnur hann Jóhann Lind. Nema þið farið í ferð og finnið kirkjuna þar sem þetta spilað. En ég sé fyrir mig rap í Austur-Evrópu sem hljómar svona. Já. Alveg potið, en... Ábygglega tekt þetta svakalega mikið. Þetta var kannski bara afsökun til þess að þetta eina skipti sem við nokkuð tíman erum að fara að gera þetta með texta eftir DJ Kels. Og ekkert á móti DJ Kels, ég meina hann búinn að setja út þessi lög og þetta bara opið öllum og mér finnst þetta ekki jafn lélegt. Á SoundCloud. DJ Kels, hann betur en ekkert. Já, ég meina og aftur, þetta virðingavert bara, ekki var ég, ekki hefði ég þórað að gera svona sem táningur. Ekki séns. Nei, það þetta góða punktur Maður var að skjóta sjálf til löguna að reyna að semja eitthvað lag sjálfur. Maður hefur margótt gert að maður bara fór aldrei svo langt að skjóða út. Nei, þetta ekki náttúrulega. Ég hérna, já. Hvað þessi setning hérna sem ég fílaði svo mikið? Þarna framtíðar, já, hérna framtíðar. Framtíðarpar, framtíðarlið, framtíðarpar sem getur allt. Framtíðar, byrju þetta að finna þetta hérna. Þið sunguðu einhvern veginn í gær og þá hljómaði þetta eins og svona stuðmanna. Já, þetta hljómaði svolítið stuðmannalegt, ekki? Nei, þetta er Jóhann. Hvað var þetta hérna? Þú ert svo rétta sem til okkur, skemmt okkur, ekki betra, nei, ekki betra. Svo sannarlega. Það framar. Úps, þetta var það. Ég veit við erum vinir, ég veit við erum framtíðarpar, framtíðarlið, framtíðarpar. Þetta bara. Ég veit við erum vinir, ég veit við erum framtíðarpar, framtíðarlið, framtíðarpar. Kom bara óvart. Við tókum þetta í gær en notum það ekki að þá vorum við nákvæmlega stuðmenn. Það var eitt annað með Það var hann mættur sko. Herðu, ákveður bara ekki að hafa DJ Kels sem endalaust að þeimið og næst það bara hérna stuðmann á Stuðmannútgáða Hann mættur Þú skal vera hrættur og hann heilsar En hvað segir Jói, þú ert annað á gólfinu? Hvað Jói, förum á gólfið? Já. Þú voru að tala í mækinn? Við erum komin á gólfið. Nei, ná, setja hann upp í smetið. Já, Hann hann. Herru, ekki Jói með eitthvað svona svakalegt hérna dæmi á eftir? Ég er búin að hæpa það upp í allan dag. Jú, heyrðu, það var einhver saga sem hann var með, sem hann alltaf hæpa. Þið eru alltaf að hæpa allt upp. Þið þurfum þess ekkert, sko. Hæpa! Hætti að hæpa. Hætta! Ég er með, basically, spurningu. Já. Ok, hvað er með hann núna? Býtu, þurfum við ekki eitthvað tónlist? Nei. Spurningin. Hæpa myndu. Settu inn hæp tónlist á YouTube. Já,
Nei, ég er með það Hoynes Mine Tag. Þetta ekki það hæpið. Býtu, við erum að hæpa það, hérna 3, 2, 1. Hvað spurningin? Þetta hæptónlist? Já, þetta pút. Pút. Ef þið farið út að hlaupa, hvað myndi ímyndar að væri eld ykkur? Það er að tala svona, þið að hlaupa, þú veist, það alltaf svona fólk að hlaupa hérna alltaf. Já. Hvað það myndið ímynd ykkur til að hlaupa hraðar? Zombie geir. Það eitt af hræðilegasta sem ég hef verið eldur af. Heyrðu, það hræðilegasta sem ég hef séð það. Zombie geir. Zombie geir bara... Hvernig hljóðu geiri? Þetta í myrkri inn í tómum skóla. Já. Fucking scary. Það var mjög gaman. Já. Svo til leikur sem heitir Zombie Run sem alveg drullu skemmtilegur. Basically þú leipur með app og það er bara svona hljóðsaga sem fylgir á eftir þér. Já, hún tengd inn í GPS-ið og að hlaupa. Já, voru að hlaupa og hérna. Það er fucking creepy. Ég hljóp í kirkjugarðinum í Reykjavík og tók það í gang og svo bara eitthvað. Ég hugsaði með, ég stoppaði appið, ég fullorðinn maður, það er ekki til zombies, þetta er allt í lagi. En Jói, hvernig myndið þú hlaupa um það? Var það ekki spurning? Þessari tónlist. Já, reyndar, ég myndi hlaupa undan þessu. Þetta er gott, þú myndir hlaupa undan frá... Hvað segir það? Sko málega, ég myndi bara hlaupið hrætt þegar það er einhver svona... Það er að koma eitthvað inn í einu sko, einhver viss tónlist sko. Manstu eftir náttúrulega bara the ultimate svona runaway line-inu Jó, Dead Bodies. Bara leið og byrjar, stend ég upp það byrjar að hlaupa eins og vitlaus. Bara spila lagið, bara frá byrjun, þú ert að fara að standa upp og hlaupa eins og vitlaus. Það er svaka gott lag. Þér fannst svolítið þú varst alltaf með Silent Hill tónlistina. Nei. Nú ertu að vera öllum með einhvern annan. Ég hef aldrei hlustað á Silent Hill. Ertu að tala með kannski Vampire the Masquerade? Ég man það ekki. Það var ég. Ég stundum hleyp þá er ég að sko, þá stundum ímynda mér að ég sé að sko svona villimaður. Ég sé elda upp svona mammút eða eitthvað þannig og ég svona hugsa með mér sko, ég gerði það þegar ég var að hlaupa í Nóri þá var ég að hlaupa svona í skógi og ég hugsaði með mér bara sko ég er með spjót, ég er að reka hérna einhverja skepnur svona undan í eitthvað svona ambush, mér varst það drullu gaman. Ég var alveg til í að hlaupa í svona VR-leik þar sem ég væri svona hlaupa á máli er að þetta getur verið svona eins og zombie-leikurinn þú átt að hlaupa á hérna Sambýlisleikurinn? Sambýlisleikurinn Ég næ ekki það Hljópstu með þessa tónlista? Nei. Þú veist, ég hef gert það oft sko. Nú þurfum ég ímyndur hlusta á þetta nema þetta er í sambýlisleiknum bara hafið þetta í huga Það er allir hérna, það þarf að stöina mér Er þetta spooky eða? Nei, ég var að segja að þetta er að læta mig hlaupa hratt. Þetta er hlaupaleg. Já, ég skil. Og svo kemur kabli, hvenær er kablin? Það er mjög góð kabli í þessu. Það er þegar þú stekkur. Já, þú stekkur. Já. Þetta er hlaupa. Þetta er svolítið góð það. Ég hleyp ekki neitt. Ég hleyp bara á staðnum heima um mér. Ég nenni ekki að fara út að hlaupa. Getur það ekki lánað hérna úrklippinu á þér, þetta bakvið? Já. Sem var ennum á repeatina. Paper cut á því. Þetta er bara eitthvað píanótónlist. Þetta er bara eitthvað jazz. Þetta er að byggjast upp sko. Þetta er jazz sko. Svo kemur það. Og svo stekkur þau. 1, 2, rá. Ég fekk svona fiðring í magan. Og svo leitur þú. Ég skil. Ég skil hvað ég við. Skilur þú hvað ég meina? Ég skil hvað ég við. Byggir upp og fyrir hraðar. Hvenær stökkum við næst? Þetta er spennandi. Hvenær stökkum við næst? Það kemur ekki aftur. Kemur ekki aftur? Ég reyndar, en svo þegar ég keyra lagið sem ég láti mig fara að bruna eins og bara inn í bæ 90 er Live and Let Die Paul McCartney Live and Let Die þegar kemur parturinn það verður að gefa í það er ekki hægt annað Mér finnst það einhvern veginn mjög súrt að gefa í við það. Hvað segir Jói? Finnst það súrt? Talaði mækinn! Já, þú ættir að hlaupa yfir hana Hókus Pókus slæðið með Halloween. Já, bara með fókus. Hókus Pókus með fókus? Já. Eða annar lag. Ég einhvern veginn, tónlist hefur ekki svona áhrif á mig að þú veist ég fara eitthvað að hlaupa. Ekki einu sinni, þú veist, þú er hana Rocky-lagið til dæmis. Nei. Ég er samt ekkert mikið fyrir Rocky-lagið heldur. Mér finnst það mjög leiðilegt. Þetta er ekki leiðilegt. Final Countdown líka leiðilegt. Rambo-lagið leiðilegt. Allt leiðilegt. Síðasta niðurtalningin.
Rambo 4, það er rosalega. Já, heyrðu Rambo 4. Það langar menn bara að fara út í skó og bara eitthvað drepa eitthvað. Ég fíla hérna Tron Legacy soundtrack. Það er náttúrulega besta bara motion picture soundtrack. En talaðu að kæra þetta lag. Já. Ég veit ekki hversu oft ég næstu búin að fá sagt fyrir þetta lag. Bethany. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei. Jú. Hvað er að tala um? Bara þjást. Gátum mann þjást. Ertu ekki að fíla þetta? Hefur þú verið bara með lagið úr Pulp Fiction? Já. Það ég skiljið 100%. Hins vegar, ég er með þetta er versta hljómsveit það. Hvað segir Jói? Önnur spurning. Já, Andikur. Þá talar í mækinn, þá máttu spyrja. Hvað er með hættónlist? Býtu, hættónlist. Ok. Nú er komið ekkur. Harpan er orðin hættuleg. Bara, hún er búin að brenna hús í kringu sig út á gluggunum. Ok, núna Harpa, hver er það? Það er húsið. Ok. Þið eigið núna að vera arkitektinn að næstu útgáfu af húsinu. Jæja, Geir. Herru, klárlega verður byggð jafnstórt á Harpan. Þú veist, bara risastór torfbær. Já. Torfbær. Óperuhús sem væri torfbær. Hlaðin torfbær. Með gluggum og öllu? Með gluggum, gras á þækjunu, kindur á þækjunu, allt saman. Það, sko, ef það væri í miðjunni á Reykjavík, við værum, sko, það verður tekna myndir af Reykjavík í öllum borgum. Nú er það stór rosalega með. Ógeðslega stór. Já, býtu, torfbær, erum við að tala um torfbæ? Við erum að tala um torfbæ. Við erum að tala um torfbæ. Hvað myndir þú byggja í staðan fyrir hörpuna? Hvað myndi ég byggja í staðan fyrir hörpuna? Ég myndi vilja hótel. Neðan sjávar. Nei, þú ætlar að gera nýja hörpu. Bara hvernig lítur nú? Já, ég fatt að. Eins og hótel. Bjarni Freyr Björgvins hefur ráðinn hjá borgarstjórninni. Ég hef engar sérstakar hugmyndir hvað þetta standa hann. Ég var til í eitthvað svona risastórt glerhýsi. Það er risastórt glerhýsi. Nei. Eins og ég fant á Menace Under the Sea. Under the Sea, það sem að Jar Jar Binks ólst upp. Það er teknilega ekki eftir force field. Svolítið... Ok, Under the Sea, þú ert svolítið nálega minni hugmynd. Under the Sea. Hví er að láta eitthvað standa? Hví ekki fara niður? Ein risastór... Hóla! Yes! Risastór Minecraft hóla. Minecraft him. Það var draumur minn. Ok. Ég sem sé stæla hún. Það er mjög gott hvernig það er enn. Risastór. Oh my god! En það er náttúrulega... Hvað er ekki þetta hóla íslenskra fræða sem er hérna hjá háskólanum? Mér finnst það alveg dásamlega. Býtu, hvaða hóla er það? Það er hérna, þau eru eftir að byggja eitthvað risastórt hús til þess að fyrir íslensku fræði stofnuna eitthvað hannig. Já. Og þau byrjuðu á því að grafa einhverja 3-4 metra hólu til þess að setja grunninn. En svo rann fjármagnu úr, þannig að núna í staðin fyrir hús íslenska fræða er þarna hóla íslenska fræða. það er ekstra gott. Eins og með hugmyndinans Jóhans, þá sé ég bara vinnumennina, ég ætla ekki að segja henni að þjóðhættanir, það er bara séð á vera að byggja þetta hús. Já, það ekki. Mikið rétt. Ó já maður, hvað með hús sem að... Já, nákvæmlega það sem ég var að hugsa. Og þú hefur svo bara, svo hefur þú risastórt gler yfir hólunni. Þannig að verðfærandur getur bara lappað yfir og séð svona, það er einhver tónleikar en við. Já, svo... Og fólki á þilinu eitthvað svona, það er einhver í kjól og það er einhver nærbuxur. En hvað er það rástefna á einhverjum mótmælu uppi? Hopp á gler? Nei, ég er bara að tala um buxna niður og... heyrðu, það er þetta. Við getum verið mögulega heimsmynd í stærsta mún í heimi. Já. Hæsta mún í heimi. Hæsta mún í heimi. Hestamún? Hestamún. Þetta er góð pæling. Þetta var góð spurning, Jói. Já, mjög góð spurning. Þetta er góð spurning. Ertu með aðra spurningu? Ef að hæpa þetta upp, hann er með aðra spurningu. Ertu með aðra? Já, hann er að hugsa. Ég er að hugsa. Það var hugsunartónlistin. Hugsunartónlistin? Ég skal taka næst. Hver er hugsunartónlistin? Erum við með hugsunartónlistin? Nei, ég var búinn að taka hann út. Hérna. Byrðu? Hann kemur hún. Æ, nei. Hvað er hún? Það er ekki bara svona létt bara, þú veist. Það er bara svona. Eftir auglýsinguna kemur góð tónlist. Byrðu, eftir auglýsinguna? Mastering is a pain. Ertu að spila auglýsingu í þættinu? Nei. Hérna kemur hún. Ok. Hugsaðu bara, Jói.
Ég er alveg búinn að hugsa. Ertu búinn að hugsa? Já, búinn að hugsa. Við þurfum líka hættónlist. Hæpum þetta upp! Það er svo gott að hugsa þessu tónlist. Það er mjög gott að hugsa þetta. Hugs. Ég var eins og spáði að ná hérna Winnie the Pooh Thing. Já. Það er að koma ný mynd með hérna... Hún komin út. Bönni út í Kína. Christopher Robbins. Já, vitið það Af því að Winnie the Pooh lítur út Hver er spurningin? Þú hefur bjargað lífi forseta Íslands. Hann segist alltaf að styrkja þig að gera eitthvað eitt á Íslandi bara no question next. Bara slangur frá þeim. Ég veit eitt. Svart. Bróka alla nútíma arkitekta. Hengjaðu upp á brókinni. Eitt stórt brókara Heimismet í bróku. Og Guðni fórsetið er bara já, þetta gerum við bara. Ég myndi biðja hann greiða og hann yrði að framkvæma hann að greiða. Alveg potið. Hann yrði bara bókamál. Ég myndi vilja að hann setti í gang íslenskt game svona plan NASA Íslands og við þurfum að smíða svona gameskutlu og lenda á tunglinu. Og hann þarf að fjármagna sjálfur. Sjálfur? Já. Gangi vel. Ég var sagfræðingur. Hvernig þá eigur öllum sokkunum sínum? Milljarðaskuld. En vitið þið, það sko Íslendingar hafa verið í það hafa verið gameskot hérna frá Mýrdalssandi. Þar er skotpallur. Ég vil ekki og svo er svo er Aurora eitthvað dæmið. Það hefur verið að skjóta upp eldflugum inn í hérna Er ekki vont að skjóta eldflugum innanhús? Nei, inn í norðurljósin og rannsaka þau. Það er drengur hérna út sem bjó á Akranesi sem er búinn að vera yfir þessu verkefni og í samstarfi við einhverja bandaríska háskóla. Þannig að það hafa verið gameskot hérna. Hvernig byrjaði þetta? Diet Coke og Mentos? Já, þannig byrjaði þeir. Þannig byrjaði allt saman. Þetta var Diet Coke og Mentos í heimsstyrjöldinni þegar þeir voru að reyna að koma VAF 2, það stendur náttúrulega fyrir þetta tvennt sem var notað. Diet Coke og Mentos. Hvað myndið þið byrja forsetanum að gera? Ég var náttúrulega ósköp einfalt bara að sjá til þess að þessi beint flug frá Íslandi til Japans. Það er einfalt. Er það ekki ógeðslega einfalt? Það er bara mjög, ég var alveg til og ódýrt hafa þetta láglandaflug láglandaflug. Ertu með aðra spurningu? Nei, Geir, hvað ert þú með? Hvað var að biðja? Hvað ert að biðja hérna buff-gaurinum? Hvað er hann að svara sinni eigin spurningu. Hæpum þetta upp. Tollfrelsi og allir þingmenn eru með sömu laun og lágmarks. Já, með lágmarksröfin. Þetta er góð hugmynd. Þetta var legit hugmynd. Þetta er laissez-faire efnahagshugmynd þjóða. Hann er í flokksframboði fyrir fólksflokksins. Vitið hvað við gerðum? Við fundum lampa. Við erum með eina ósk í staðin fyrir þess að óska heiminum velferðar og alheims friður. Það fengur fullt af pening og bíla og það voru með bíla og gameskuttlur og hugsa sjálfmaður. Er Guðni fórseti andinn í lampinu? Andinn í lampinu? Ég veit ekki hvort að það sé. Já, það fara endurinn að útgefa Aladdin-myndina og taka út röddina slatta. Já, er Guðni þetta í skrýtnusokkunum á Bessastöðum eitthvað? Væri hann ekki Aladdin eða? Með buff? Númer 1, ég get ekki segja menn til dauða. Ekki meiða mig. Númer 2. Herðu, ég fór á Aladdin Broadway-sýninguna út í Bandaríkjunum. Djöfull var það gott. Broadway er alltaf svolítið svona hæpað og gott. Já, ég vissi ekki að leikhús gæti verið svona magnað. Ég farið oft í leikhús með mjög gamla leikhúsi, en þarna þegar voru svona akrobatar á sviðinu að syngja og taka heljarstökk með sveðjum. Já, það voru ekki sveður. Með sveður. Það voru sveður. Voru þeir með sverð? Og svo var töfrateppið fljúandi í leikhúsinu og ég fattaði ekki hvernig það var gert. Töfrateppið? Ég veit að það var ekki galdrar, en það leit þessu galdrar. Ég veit að það er ekki galdrar. Þetta var... Segir maður sem er að segja sögu svartagaldur. Já, þetta var... Heldur ég sé eitthvað auðmingi, heldur ég sé eitthvað fínt. Heldur ég fatt ekki hvernig þetta virkar. Hvað sagði? Ekki 600.000 kilometrar á fljóti teppi. Já, ég
Ég veit ekki hvað ég myndi biðja forsetanum. Ég mér finnst mjög gott að þingmenn ætti að vera með sömu laun og lágmarkslaun. Mér finnst það alveg bara standard. Já. Þá myndu við kannski hugsa aðeins. Það myndu losna við atvinnuþingmenn sem eru bara þarna Já, sem eru bara út að collecting cash. Já. Þá myndu við bara fá fólk með hugsjónir hérna. Já. Það er líka, þú veist, kemur upp á móti. Fólk sem nennir að gera þetta með einhverju öðru, sko. Hvað kemur upp á móti? Upp á móti, ef fólk vill vinna þarna, þá er það náttúrulega ennþá að fá, hvað heitir þetta, friði, eða þú veist, hvað heitir þetta þegar maður fær Fríður helgi. Nei, eða þú veist, Fríður helgi. Þeir fá bensín á bílinn sinn. Já, fríðindi. Já, Taco Bell. Ég held það ennþá fríðindum. Já, það er náttúrulega drullu mikið af fríðindum. En þeir halda mæknum aldrei upp í andlitið á sér. Fyrirgefðu. Fór fram hjá öllum. Fór fram hjá öllum. Þriðja spurning. Þriðja spurning. Hæ, það kveikir sérna. Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone eru komin til þín og þeir eru búin að láta fá hellinga pening en þú átt að gera eitthvað við þá. Hvað viltu að þeir geri? Sérst með þér? Já. Ertu þá að tala um motion picture eða bara hvað sem er? Bara hvað sem er. Þú mátt gera framhaldsmynd með þeim þessna af ykkur mynd sem þú hafði gaman af. Þannig að þeir eru að fara að búið til bíómynd með okkur. Og ég veit Rambo vs. Terminator. Þeir ætla að fjármagna myndina? Já. Ok. Twins 2. Sko, hugmyndin, það var hann á orðrómur að þeir reyna að fá Eddie Murphy í Twins 2 og það veri ekki Twins 2 sem síðan myndi heita Triplets og það var hann þriðji. Góð hugmynd. Og ok, ég myndi vilja sjá endurgerð á ég væri til í að vera með Arnold Schwarzenegger í Boondock Saints. Í Boondock Saints? Já, bara endur gera Boondock Saints með þá hana fasta hana upp í hana loftræs Arnold Schwarzenegger setja pennies á augun Hasta la vista pennies. Nei, ok. Ég er agalega núna. Já, ég myndi bara vera, ég myndi ekki gera hana bíómynd, ég myndi bara vilja halda því að ég hef aldrei haldið svona stoppa hann upp sem á fullorðinsárum hef ég aldrei haldið upp á almennilegt afmæli en ég myndi bara halda upp á bara gott afmæli og nota peningin í það og hafa það sem dýrafrið. Það er það, veistu það væri reynda mjög gott sko. Syngja. Ég með svara við spurningunni. Já, hvað er með það? Demolition Man 2. Já, nema Arnold Schwarzenegger er fórseti. Já. Þetta á líkur spurningakeppni Jóa. Það var gaman. Það er gaman að fá Jóa. Hann er með svona öðruvísi hugsjónir í hausnum. Bara öðruvísi maður. Ég stiði það stjórnmálahugsanir Jóa. Ég segi elect Jói for president. Svo lengi sem hann talar ekki feminisma þá held ég að þetta sé allt í góð. Hei, ég hefur ekkert verið að tala um það. Hann hefur bara ekkert verið að tala um það. Já. Það er bara rétt. Ég veit ekki hvað það voru að segja. Ekki það, við slum taka smá pæsapásu og svo ljúkum við þessu bara með stæl og eftir. Hlustið á lagið. Við skýin telum ekki sólina, við skýrðir. Ég hef gert þetta. Já, við erum komin hérna aftur á bylgjuna. Aretha Franklin fallin frá hvað er hún gömul? 76 ára. 76 ára. Ég fór ekki að fara með það, þú getur skrifað síðan. Og nú er búin að vera að þessu síðan 1956. Þá verður maður að segja hann Guð vantaði söngkonu. Þetta var gott. Hún fættist 25. mars 1942. En þegar George Michael þá, vantar hann söngvara eða bara vantar hann einhvern til að sjúa sig? Já, hvað segja þið á lokaðarnir núna? Það er á bylgjunni hérna. Segir japansku í presturinn. Já, segir japansku. Hvað segir þú? Konjitsuwa. Hvernig myndir þú segja þetta á japansku? Hún fættist 42. Hvernig myndir þú segja hvað? Þetta guðlast hitt á japansku. Hann 76. Samtölu í gangi. Þú veist að tala um
Guðlast og 76 ára. hún dó 76 ára. Það engin aldur. Djúður var þetta gott gísk, 76, sagði það. Já, sett. Þú veist alltaf inn í þessari menningu. Þessari hérna. Já, þetta náttúrulega... Þetta svolítið þitt. Ertu að segja þessi svartur? Hún Nei, bara gay. Þegar maður eins stór og eins og hún sko. Bæði í vaxtarlegi og bara... Já. Gay! Herðu, eigum við að prófa að ringi Bigga fyrst við erum komin með síma? Hver er Biggi? Ef við gerum síma? Birgir Þórisson? Nú, já. Er það símat eða alvöru símtal? Tækla alvöru símtal. Símat, Jóhann. Símat? Nei, ég verð að ringja úr mínu númeri. Já. Hvernig var þetta leinnúmeri? Kassi, 31 kassi. Sætt Bjarni og við segjum Bjarni, ég er búinn að drepa hann. Já, herðu. Nei, kassi 31 kassi. Já, kassi 31 kassi. Og sér númerið, sá kemur leinnúmer. Lögreglan Selfossi. Akkur er lögreglan Selfossi? Hún ringi, lögreglan ringi alltaf með leinnúmeri. Lögreglan Selfossi ringi minni mig eða það er eitthvað frá tollurum. Aha. Ringi þetta frá lögreglan Selfossi þegar þú ert hérna með pakka. Ég var að leka símanúmerinu hans Bigga? Nei. 588 552 Það er nú þegar úti. Við viljum ekki að þessi haugur af hlustendum fara nú að ángar þennan mann hérna. Ég vona að sé ekki að svæfa. Hvað er klukkan? Já. Já, hann er sofandi núna. Hvað er þetta á? Kassi, 31 kassi. Ekki einhver prodúsir hér. Herðu, þetta er nú bara... Það er nú haugur af tónlistaprodúsurum hérna í bænum. Já. Er það? Jú, Sissi hérna. Sessi og Orri og Sissi, Orri og Sessi. Nei. Sessi. Sessi? Hann er prodúsir að... Nei, hann er prodúsir að hérna Muscle. Er hann við í Jóðali? Nei, hann er í MB. Menntaskóla Borgarfjarðar. Ég náttúrulega veit ekki neitt. Nei, ég færður neitt. Ég bý hérna og veit ekki neitt. Herru, veitu hvað, við þurfum að vera með í bakgrunni. Við þurfum að vera með svona... Komdu með svona eitthvað svona morgtónlist. Nei, Office Phone. Ég er að koma eftir Hetjufélaginu. Ég er búinn að taka Bjarni út. Þú ert næstunum. Hetjufélagið? Grey Hetjufélagið vildi bara teikna myndir og við fórum í stríð út af einn og fengum alveg skólan á mót. Það var mjög ósangvæmt. Þú getur gert þarna Office background. Já. Call center sounds. Já. Þú tekur þetta Jóhann. Og ég taka það. Er ekki Birgir Þórisson? Halló. Já, er þetta Birgir Þórisson? Já, það passar. Já, sæll og blessaður. Hafsteinn Jónsson heiti ég hringi hérna frá í Selfossi. Já. Getur það verið þú varst að panta hérna frá AliExpress hérna fyrir viku síðan? Já, jú, það getur verið. Já. Hérna, býtum við, nú er ég að muna hvað það var sem ég pantaði þá. Ég er búinn að panta nokkru sinnum, sko. Já, getur það verið að þú varst að panta hérna sveðju? Nei, það er klart, ég pantaði mér ekki sveðju. Er þetta þá einhver svona, kannski er þetta umskurðarhnífur eða er þetta að fara að umskýra þig? Nei. Hví ekki, er það ekki svona í tísku í dag? Viltu giska hver þetta er? Nei. Ég get bara að segja það að ég er ekki búinn að vera hérna á landinu í 7 ár. Nei, það er ekki rétt. Já, er það ekki þá? Já, við erum hérna í, þetta er gráasvæði sem sé. Hæ Biggi. Hæ. Vá, okkur langaði hérna óskaði til hamingju með þinn þátt. Hamingju með? Með þinn þátt. Með þinn þátt. Já, takk. Ég er búinn að hlusta á, hvað eru komnir, það eru 2 bara komnir eða ekki? Já, það eru bara komnir 2, við erum svo rólegir, sko. Við erum komið 2 í þessari viku. Við erum komið 2, þetta er númer 2 hjá okkur sko. Við erum að nýta manni þegar hann er komin á hann. Já, þú voru að gera það líka. Þú voru bara ekki í 4. þætti, eins og við tölum um síðasta þætti. Það er bölvun að það. 3. eða 5. Þú voru að taka hann í 3. eða 5. Já. Af því að það fyrir alltaf hliðina ef hann er í 4. þætti hjá okkur. Bara ef hann gerir annan tótóskell. Já.
Ég sendi Við höfum eftir að spila hann. Já, bara ég lók þátt að spila? Nei, við hefum þurft að setja hann sko kannski bara svona aukalega inn á síðuna því að hann 5 mínútur. Þú getur bara að setja hann í sérum. Setja hann í sérum upp á YouTube. Hann er frábær. Já, hann actually mjög góður. Hann kom algjörlega upp á þörru. Og svo mikil tilvíðan að því að Birgir gerði Tótó þátt. Ótrúlega tilvíðan. Ég var bara að leita, ég var að fara að finna á YouTube sko bara isolated tracks af öllum lögunum, Tótó-lögunum. Já. Og var að gera ég að hluta, og svo var ég byrjað bara að mixa þetta sjálfur. Ég var byrjað að setja saman. Vá, þú mixar þetta sjálfur. Já, og svo fór ég alltaf inn að byrja að tala við saman. Já, ok, ég ætlaði að syngja. En hvernig heyrir þú í okkur, Birgir? Við erum að prófa símakerfi okkar. Þú ert fyrsti. Ég heyri bara afskaplega illa í ykkur. Já, ok. Við erum kannski að prófa þetta. Þess að segja alltaf sko. Heyrðu, býta aðeins. Nú heyrir henni með vel í vörglunni þannig félagi. En núna, hvernig heyrir okkur núna? Bara alveg eins. En núna? Eins. En núna? Ertu með tóman kassa sem bara með svona tökkum á sem ekki tengdir í? Heyrðu þú góði? Núna? Þetta er nýji mixerinn okkar. Tóman kassa. Þú veist að Lego-kuppar virka ekki eitthvað, sko. Þú verður að tengja það við. Þetta er einhver ódýr eftirlíking. Bjarni okkur stendur Yamaha. Þetta er ekki Yamaha. Varst þú nokkuð að panta eitthvað Alex? Umskurðað sveðju. En já, við hætti að tala um mig. Ég klippi þetta út. En Birgir, já, þið erum með þá. Þú og hvað heitir hann? Hlynur Ben. Þeir eru báðir tónlistamenn. Já. Hlynur Ben stórsöngvari og trúbador og... Já. Við ætlum að vinna saman. Var hann ekki ógeðslega góður í körfubolta líka? Hlynur Bærings. Annar Hlynur B. Það fylgir ekkert bara nafni. En við erum að tala um að við ætlum að rústa alvarpinu. Það er svoleiðis. Nei. Við þurfum reynda fyrst að vera vinsælar en Maggi Mix. Svo getur hann að... Er það fyrstu podcast stríðin hérna? Þetta er podcast stríð, Birgir minn. Já, það er svoleiðis. Þetta er harður heimur. Þetta er harður heimur. En okkur langar bara svona aðeins að heyri í þér og svona dreifa boðskapnum að þið séu líka með þátt. Alltaf gaman að heyri í þér. En hvað varst að panta á AliExpress? Svona í alvörinni? Já, bráðir. Lögreglun Selfossi, bráðir. Já, þetta var alltaf mjög gott að syngja með no caller eitthvað. Þetta var annarkort eitthvað svona eða þetta var eitthvað nýkriðu gæja. Ó, það tókum við það ekki. Byrjum við. Hello, I'm your prince from... Birgir, getur þú glemt í að við höfum hringt? Klippum við út. Það er að hringja aftur. Þú reynda að vera eins sjokkarar. Já, ég klippi þetta út og verður bara Glemdur eitt brekk. Ég glemt... Oh shit. Góða punktur. Er allt... Hann hefur gert það einu sinni. Ég hef einu sinni glemt eitt á rekk. Og 3 sinnum þegar ég var að vinna með sprengjuefni. Glemdur þú ít á rekk? Ég sprengdi mig 3 áður en ég ít á rekk. Glemdur þú ekki að tengja sprengjuna eins og kassan sem þú sagði? Já. Nei, ég setti bara púður í klóspapir og þráð og hendið inn í kassagítar sem ég held á. Herru, ég man þetta þeim skets. Já, ég man þetta líka. Góð skets. Góð skets. Herru Birgir minn, bara ótrúlega gott að heyri þér. Og við vinnum eitthvað saman senna. Já, bara góða sketsin. Ég ætla að heilsa lögreglun Selfossi. Skilur við. Já, ég vona á símtala frá henni. Er þetta kriminitn sem vorum að gera? Ég beðist það ekki. Ok, bye. Þetta var Birgir Þórsson. Já. Við glemdum að hæpa þetta. Já. Við getum hæpað þetta. Já, ég fílaði hérna, ætla hann hafi heyrt í hérna þessu call centers. Það spurning sko, við hefðum kannski átt að prófa símkerfi áður en ég hringdi í hann. Já, mögulega. Hversu oft eru búin að pröfa þetta? Nei, áður en við byrjum að taka upp að því að það er eitt takki hérna einhver staðar sem ég gæti hafa lækkað í af einhver ástæðu af því að það er svona auk. Helvitis Yamaha. Getur við bara tekið Bjarnar frá, hann er alltaf fyrkt í þessu. Já, það er bara að leggja eitthvað yfir þetta. Tóma kassa kannski.
Yamaha-kassan. Þetta er gaman, það er gaman að geta hringt eitthvað svona. Já. Og flott hérna improv með þetta minnir mig á þegar þú hringdi til Japan í gamla þetta. Áður ég var fluttur til Japan, svo var bara bulla í fólki. Já, áður en hugmyndin var meira að þú myndir nokkuð tíma að flytja til Japan. Já, þú veist, hugmyndin að fara virkilega á búðana úti, sko. Hvað var þetta eftir að segja við þetta fólk? Sko, það var náttúrulega bara eitt skipti sem við hringdum í saman í Simonónir og við þóttumst vera einhverju bara íslensku gaur að biðja tjakkin. Já. Það er að biðja eftir tjakkin! Getur við ímætt að Japana bara koma heim úr Vilniborg og svona message í hann. Tjakkin. Og hvað er að ræna í mig? Það er ýmislegt sem að hefur verið bralla hérna í þessu bæjarfélag. Talandi að ykkur sem að er að bralla, annar listamaður. Ég var að finna þetta hérna í tölunni hjá mér. Annar en DJ Kels? Já. Hvað er þetta? Getið þið giskað hver er? Þekkjum við? Já, hann er landsþekktur. Landsþekktur borgarsyngur? Nei, hann er þekktur. Hann er þekktur í Borgarnesi. Af því hann er borgarsyngur? Og ég fór aftur út í útland og kom aftur heim. Já, ég veit hvað þetta er. Já. Það tók smá. Nei, ég var bara að finna þetta. Og það er einn að finna eitthvað út. Þú veist, þú sá hvort hann voru búin að posta einhverju. Kemur engum við. Danmarksförst. Kemur engum við hverju þetta er. Já, en ef við nefnum hérna það sem þú varst að tala um, þú varst með hugmyndir hérna, hugmyndabanka í gær sem þú nefndir hérna við mig. Býttu nú við. Að það væri mögulega, sko Bjarni þegar hann er kominn í glas, þá sendir hann sjálfur sér hugmyndir fyrir þáttinn. Og það var svona lauslega litið yfir þær hugmyndir hérna í gær. Ein af hugmyndunum er að halda gráasvæðis skrúðgöngu. Það mér finnst það geti passað inn í það sem við ætlum að ræða núna. Út í þáttinn? Nei. Nei, hvað? Það sem við geirprætið okkar. Já, erðu, við getum tengtað. Geirpræt. Geirpræt? Já. Geirabakari, Geirkonráð, þú veist, haldum bara. Og höldum Geir Ólafs og hann að syngja. Geir Ólafs og syngja. Já. En halda, það er kannski ekkert svo absúrt að halda skrúgöngu, pöntum bara löggu og eitthvað og bara hendum okkur aftan á okkur Geirpræt. Halda Geirpræt. Þannig við elskum þið svo mikið Geiri. Það er bara alla, Geir H. Horti. Já, bara allir sem vilja koma. Öllum halda upp á nafnið Geir. Það er, við erum að halda upp á nafnið Geir. Hvað? Árekstur? Nei, það er einhvern veginn að höldu gluggan. Nei, hver er það? Nei, heyrðu! Það er meistarinn. Herðu. Erum við ekki að fá hann inn? Jú, fyrst á gluggan. Meistarinn mættur á gluggan. Og Jói með hann. Jói náði í hann. Vel gert. Nei, hafði hann. Ég er með hérna Mike. Viltu ekki setja líka bara kameru í hann? Ég skal snúa þessu. Taktu tölvunum mínu samandi. Hann er með þetta. Af því að Mike er ekki samandi. Já, takk. Á meðan þeir eru að vesenast, Jóhann. Já. Segðu mér aðeins. Gaman að sjá þig, Þorkell. Hvað er það skelfilegasta sem þú eru upplifað í Japan? Hvað segirðu? Ég er að kötturinn líka betur. Hann er byrjað. Reyna að taka þetta yfir í drama. Já, nú einu sinni hérna. Vorum við í þreki? Ég var í þreki í dag með Jóa og kærustu þinni. Já. Eru þið ekki gift? Ok, ég ætla nú að fara að berja gaura. Það má ekki. Ekki berja neitt. Ég veit það, ég hef ekki nú mikinn pening til að borga lauruglunni. Nei, Selfoss. Nei, vil ég að ferja fyrir dómi. Vil ég að hleypa þeim inn? Nei, ég þarf að fara að elda kvöldmatt bráðulega. Bara ótrúlega gaman að sjá þig maður, takk fyrir að kíkja á glugga. Gott að sjá fyrir. Það var svolítið að fá gæst á glugga maður. Ekki vonlega, herrumenn. Herru, ég bara ekki á bíl en ég skal taka varða. Það var svolítið að sjá þig Þorkell Ragnar Hallgrímsson. Tekur mækinn og hostar í hann. Já, ég veit ekki okkur að gera það. Kastar lummu eftir hann, hvað geta það þér? Það er ekkert svoleiðis í gangi hér. Það er alltaf ykkur lummu á. Nei. Svona verðst ekki vilja. Heyrist ennþá í honum. Halló, þegar mækinn Hvert er að fara, Jói? Manstu það? Vorum svolítið leiðileg við hann stundum. Manstu þannig að þau vorum að segja hann var nú til glugga eitthvað en að komast inn til Jóa þegar hann bjó hann á kjallaríbúðinni og svo sagði þú loksins pappa sjó var að segja mætti ekki koma fleiri inn.
þá heyrst bara Akkur sögðu það ekki Oh my god, hvað lífið skemmtilegt alls konar skemmtilegt hérna, já, við vorum að tala listan við erum að fara að halda Geir Pride einhvern tímann A-listan, B-listan, nei Já, sko, þetta eru sumar umræðarnir eru grunnsalega góð Geir sínir líka að koma og vera svona stoltir af föður sinni Já, allir Geir sinir Já, ekki börn Bara þeir sem er með Geir í nafninu út aðal Geir og allt svo leiðis bara Geir í nafninu Ásgeir Traust allir að spila Ásgeir og Geir Ólafs Já, þeir syngja saman það er flott duett og Geir voru að blæsta rátt áður en þetta byrjar sko, að fara ef við getum farið með Mike og komið með Geir maður alltaf Geir Pride er alveg Geir Pride, sérstaklega því að það er hann sko. Og við erum að kalla þetta eitthvað Pride það væri, sko, ég myndi já, ég til ég gera ansi margt fyrir það Já, ekki? Jó. Það væri búin til fána Er ekki til eitthvað sem heitir Geir Valdýr? Nei, er ég að bulla hana? Valdýrsson? Nei, nú bara þekki ég ekki nafnana mína nógu vel Hafið þið kíkt á hérna, það eru margir svona Facebook-hópar sko fyrir, það er svona stærra þá Hvað gerðist? Ef þú heitir hérna ef þú heitir eitthvað svona John Wayne eða eitthvað þannig þá er kannski sko 100.000 John Smith Já, John Smith er algengasta fornafn? Já Eftirnafn Fornafn og eftirnafn Fornafn og eftirnafn saman, já John Smith Og það eru svona Facebook-hópar fyrir svona John Smitha Já, það sem þú getur bara það sem bara allir þessi gaurar geta komið saman þá ertu að fara í groups bara og þá ættir þú að finna það er alveg alls konar nöfni hvort það, hérna sá einhverja fréttum með það en það er ekkert svona fyrir Íslendinga við erum kannski svona 2-3 alnafnar Já, einn hálfnafna hálfnafna Bjarni Freyr heitir hann Já Ég veit ekki Hann er hérna í bænum Já, hann er hérna í borgarnes Mjög góð drengur Hann er skemmtilega, góður strákur Hvað er í gangi hérna? John Smith Memorial Hvers þeirra? Ég segi það nú Já En já Það er örugglega eitthvað Já, það er örugglega Geir Pride Svo varstu með hérna annað þarna og ég minnst það líka gaman að hugsa hvernig er Bjarni Freyr þegar hann er komin í glas og hugsa með sér og hvað stendur þarna litlir strákar sem girða alveg niður sig þegar þið pissa What the fuck What the fuck Það er alveg rétt í bíómyndum þá sérðu og svona teiknamyndum þá sérðu þetta oft hver girðir hver gerir þetta eru Butters, hann gera það í South Park Róslega margir gera það þegar þeir eru fullir Af hverju? Það pissar ekki á buxurnar Já Ok Góð punkt Það er einn að gera alveg og síðan lifta alveg Þetta ef ég sé nokkur sem er djáminu Grítið maður Ég fann eins og síðu norska síðu við sem heitum Geir Við sem heitum Geir Við bjóðum þeim öllum En gruppið fyrir oss sem höfðu Geir Við erum að bjóða þeim öllum á Geir Pride Þeir eru 72 Vá Það er bara í skrúganga Það er bara skrúganga Já, þeir eru með sér fána Þeir eru með og með sitt eiginlega Geir í hoppsin tipsin tá Fá með svona skemmtilegt Facebook ding Við erum að bíða Við erum með Geir Fáum við að vera með Við erum með Geir Við erum með varst að senda mér? Ég var að senda Já, ég skil Grey Zone En hérna, heyrðu, já Svo var þessar hugmyndir sem ég skrifaði þegar ég er aðeins Ég skrifaði hérna Eyðið SOS barn Ég væri til að senda stannslega gjafir en kosta bara formu og senda gjafir til Lama Badamashad Þetta skrifaði ég og heldur bara Þetta nafni sem finn En já, SOS barn Þorp Þorp Þú eru að kræðast þess að þau haldi bjarnagöngu þannig og ég hérna síðustu jól þá sendi ég hérna pakka bara með alls konar svona leikfengum úr hérna Costco og eitthvað það kostaði 12.000 kall að senda til ég held að þetta sé í Nígeríu eða eitthvað sem er rándýrt að senda samt yfir nöttin já, skiptir ekki máli það ætti að vera einhver ég ætla að breyta svarinu hérna ef að hérna við myndum hvað sagði með hérna Guðna ég myndi vilja hérna að gjafir stóri pakkana skiptir ekki máli hversu stóri þeir eru ef við getum sendt ef þú ert að senda til SOS barna Þorps Bats í Þorpi sem er á vegum SOS ok ég vil eiginlega freka sjá núna vil ég eiginlega freka sjá Guðna alla Guðna Líndal og Guðni Ágússon
Já. Og það eru skóur. Það sem tveir guðnar koma saman. Það er guðnar. Shit maður. Ok. Það er orðið alltaf heitt maður komin svona skynja tala vittlust. Það er alltaf mikið. Já, ok. Það eru 259 sem bera nafni Geir sem eigi nafn og 781 sem bera nafni Geir sem second. Á Íslandi. Magnús Geir. Miðast í þjóðskrá 2017. Ok. Já, við viljum ekki að fá þess að nýfættu Geira hérna á skúrnum. Það er vesen að draga það. Já. Fá einhvern ferðarmálageirinum. Já, atvinnu Geirin, við fáum alla. Atvinnu Geir. Ef þið viljið vera með svona nafnapönn eitthvað. Ég átti símtali, ég hringdi í hringdu daginn. Ok, ég hringdi í, nei, þetta var ekki brandur. Ég hringdi í hringdu af því að internetið var eitthvað bilað hjá mér. Og það var strákur sem heitir Helgi sem að svaraði og ég bara. Og það sem ég geri þegar ég tala við fólk á þjónustu svona verum, ég man alltaf nafni hjá þeim, þau kynna sig og svo nota ég til þess að kveðja þau af því að það lætur þeim líða svona merkilega, skilur. Þannig ég segi þakka að kella fyrir þetta Helgi, eigðu góða helgi. Svo kom bara þögn, það bara fyrirgeðu, ég ætlaði ekki að þetta var ekki viljandi pönn. Svo bara, eigðu góða helgi. Það var bara reiður. Í staðan fyrir að vera kurteis og skemmtilega varst það bara að skjóta á hann. Ég meina hversu oft heldur hann að hafa heyrt þetta? Hann hefur aldrei heyrt þetta. Hann hefur aldrei heyrt þetta. Aldrei, engum hefur dottið í huga það. Það var bara svona lélegt og líka þetta sem ég var að segja. Var það svona gott helgispjall? Það hefði verið hefði náttúrulega betra að vera svona eitthvað svona alveg bláinn. Þetta var bara óvart, ég var ekkert að gera viljandi. Hafði það gott helgi eða góðan þriðjudag? Já, það er betur en ekkert. Þetta er gaman. Þetta er gaman. Hafði það gott helgi, passaðu á klamydíu. Já, passaðu á henni. Já. Passaðu á klamydíu. Já, ég held ég, við ætlum að passa okkur á því. Passa okkur á öllu saman. Hei! Hafði það gott helgi, eða góðan sjálfa þig. Þá fyrst þið að hérta. Þetta enda þetta núna. Harakiri. En já, ég held við segjum það í bili þessa vikuna allavega. Ætli ekki að segja aftur á morgun? Aftur á morgun? Erum við ekki að laga hérna meðaltalið? Já, við verum með daglega þáttin. Tölum við það sem það. Takk fyrir okkur. Takk. Alveg gott.